Það gengur oft mikið á í eldhúsi sjúkrahússins á Akureyri, enda eldhúsið eitt hið stærsta í bænum. Starfsmenn eru liðlega 20 og hérna unnið á vöktum. Eðli málsins samkvæmt verður innra eftirlit að vera öflugt til þess að tryggja gæði, öryggi og hollustu framleiðslu eldhússins. Við á N4 fjöllum sérstaklega atvinnulífið á þriðjudögum og að þessu sinni heimsækjum við eldhús sjúkrahússins á Akureyri. Við erum með kjöt í karrí. Þetta svona svolítið þjóðlegt í dag og hittir á góðan dag hvað það varðar. Heldur hann falli vel í grammið? Já, það gerir það sko því að ég þori ekki að taka þetta út af matseli, þetta svo vinsælt. Ég held að fólk sé eiginlega hætt að elda kjöt í karrí heima þannig að allavega koma mjög margir starfsmenn í mat þegar kjöt í karrí er. En hversu margir matselar eru í boði á hverjum degi hjá þér? Sko, við erum náttúrulega með svona 2 aðalfæðisgerðir sem heita almennt sjúkrahúsfæði og almennt heilsufæði og svo þar á bakvið eru fjölmargir aðrir seðlar, orku- og próteinríkt og það er fljótandi fæði og það er hakkafæði, maukafæði, grænmetisfæði, kjötlaust, fisklaust, alls konar bara. Ég man ekki hvað margir, 20, eitthvað svoleiðis. Þannig að þetta er töluvert bókhald væntanlega bak við rekstur eins og svona sjúkrahúss. Já, og svo er náttúrulega líka sko öll ofnæmisfæðin, þau eru öll persónubundin, þannig að þau eru ekki svona háð matseðlum, þannig að það geta verið kannski 4-5 ofnæmisfæði í einu. Hver er munurinn á sjúkrahúsfæði og svo heilsufæði? Já, sko, fyrir 2 árum síðan þá tókum við svolítið í gegn hjá okkur fæðisgerðir og við hættum með svokallaða sykursýkisfæði og breyttum bara fæðunni í þetta almenna sjúkrahúsfæði og almennt heilsufæði. Og við ákváðum að skilgreina sjúklingana í raun og veru í 2. Það eru sem sé, eins og maður segir, veikir sjúklingar og frískir. Því það er alveg fullt af fólki hérna inni sem er í raun og veru ekkert beint veikt. Kannski konur að fæða börn, fólk sem er fullfrískt og lendir síðan í broti og þarf að vera hér í 1-2 daga. Það þarf ekki að vera á einhverju svona ofsalegu sjúkrahúsfæði. Þá er það sett á heilsufæði og það er meira hrásalöt og ósæti desertar og ósætt kaffibrauð. En sjúkrahúsfæði er sko, það er minni skammtar orkubætara og hentar betur þegar fólk er óbúslega mikið veikt. Það svona kannski hentar ekki að borða með mikið magn. Og við gerðum könnun fyrir nokkrum árum þar sem við sáum að 95% af hrásalati fór beint í ruslið. Og það var eiginlega grunnurinn að þessu sjúkrahúsfæði. Því að þegar fólk er orðið óbúslega mikið veikt, þá sýna kannanir að það borðar ekki grænmeti. Það er svona ýtir því frá sér, sko. Þó það sé vant að borða það heima. Eldhúsið starfar samkvæmt viðurkenndum gæðastöðlum og sérstakt næringarteymi er starfandi. Eldhús sjúkrahússins hefur nýverið fengið alþjóðlega gæðavottun sem er viðurkenning á starfseminni. Næringarfræðingur hefur náið samstarf við starfsfólk eldhússins. Það getur skipt mjög miklu máli að sjúklingar sem þurfa á þar sem mataræði kemur við sögu í meðferðinni að það sé markvisst og gert rétt af því að það getur haft mikil áhrif bara á framgang sjúkdómsins og batans eða einkenna að fæði sem sjúklingurinn fær sé þannig að það passi hans meðferð hverju sinni og það getur verið breytilegt eftir hvernig ástandi sjúklingurinn er í. En einn daginn les maður í blöðunum að þessi fæða sé afskaplega heilsusamleg og svo næsta dag þá er hún óholl. Já, þessi umræða nær ekkert sérstaklega vel inn á spítalann. Auðvitað koma alls konar bylgjur og fólk biður eitt og annað sem það er kannski vant að nota heima og við svo sem alveg sinnum því upp að vissu marki svo fremur sem það kom ekki að sök varðandi sjúkdómsmeðferð því að það er jú þannig að það er heilmikið val fyrir almenna sjúklinga sem er ekki á neinu sérfræði að velja sér til dæmis hvað hann vill fá í morgunmat og hvað hann vill fá í kvöldmat og hvers konar samsetningu, hvers stóra skammtastærðir og þess að það er og ef að einhver vill alls ekki borða kjöt eða vill alls ekki borða kartöflur þá er því algjörlega sinnt þó svo að það kom ekki kannski sjúkdómum að svið.
Hafa orðið mikla breytingar á þessu sviði í áranna rás? Já, mjög miklar. Sem að tengist náttúrulega bæði því að þekkingin er náttúrulega bara að aukast mjög mikið á sviði meðferðar ýmissa sjúkdóma og svo erum við bara meðhöndla annars konar vandamál í dag heldur en kannski fyrir 50 eða 80 árum síðan. Þar sem þetta eru aðri sjúkdómar og annars konar meðferðir oft á tíðum bara af því að það hefur orðið svo mikla þróun í tækni og lyfjum. Og svo erum við bara með mjög veikt fólk inn á spítala. Sjúklingar eru mjög veikir í dag sem eru inniliggjandi á spítala. Allir sem eru ekki mjög veikir eru bara heima hjá sér og fá þar sem betur fer að þá er semst heimahjúkrun og heimahlynning orðin nokkuð sterk og reynt að gera sem mest af því að þeir sem að geta séu heima. Sjúkrahúsið á Akureyri er stórt heimili og þegar verið er að kaupa inn fyrir eldhúsið er gjarnan talað í kílóavís og jafnvel tonnum. Ég panta mánuð fram í tíman í kjöt og fisk og ég er að taka svona 1700 kíló í mánuði. Taka svona alveg upp yfir 120 kíló í mál af kjúkling til dæmis. Hann er langvinsalastur. Það er að fara svona 60 kíló á lax í einu. Þannig þetta eru nokkuð tonn á ári, sko. Þetta eru 20 tonn, eitthvað svoleiðis af kjöt og fisk. Haldið í íslenskar matarhefðir, svo sem þorramat, saltkjöt og rjómabollur, en er eitthvað stranglega bannað. Já, við erum náttúrulega ekki með áfengi og tóbak og við erum náttúrulega ekki með svona eitthvað rosalega sterkt. Við erum ekki mikið með hvítlauk, en við erum alveg með, sko, það má alveg vera að bragða matnum, það er svolítið gömul mýta allt að vera bragðlaust. Það er bara löngu liðin tíð. En það á kannski ekki að vera eitthvað rosalega salt, en það er að fá bragð í matinn á svo mörgu, allskis grænum kryddum og svoleiðis. Þannig að maður þarf bara að læra það, hvað má og hvað má ekki. Ef ég vil nú helst fá rauðvín út í rauðvínsósuna mína, fæ ég hana? Nei, ekki hér. En ég get alveg rætt það við þér svona ef þú ert á göngudeild og ert að fara heim, hvernig við förum að því, sko.